En ertu með róbot eða? Nei, Það... ég sagði við konuna að ég alveg tilbúin að vera með róbot heima. En þá sagði konuna, þú ert að taka öll teppi í burt, alla mottur. Aha. Já. Ég sagði bara, hei. Erst þú tím teppi eða mottur eða? Nei, ég vil ekki hafa neitt svona kjattaði, sko. Viltu ekki hafa mottu í forstofunum? Nei, ég seti bara svona Ég slisa er þetta. enda með slatta mottum, sko. Ég seti bara svona slisa þetta. Svo mamma var að tróða mér þetta. Já. Ég er minnsti mottukall eða teppakall sem þú finnur. Ég vil bara hafa gólfið stílhreint. En samt ertu vaksin bara svo teppi. Já. Þannig séð. Á bakinu. Já. En ég vil bara, ok, hugsaði teppi sem er inn í stofu. Þú sérði ekki hversu skíðu það er. Nei. En þú veist það er skíðu. Þetta verður ógeðslegt. Ja, þetta verður bara viðbjóður, sko. En þegar þú ert bara með parkett, þá bara spreyjar aðeins og ryksugar og moppar aðeins, sko. Það var bara allt orðið eins og nýtt. Eins og nýtt, já. Og svo fyrir að tróða teppi, hérna fórstofu, svona lítið teppi á gangi, að það gerir svo heimilislegt. Það er svo mikið heimil núna. Og komið hérna teppi. Já. Og maður líka teppi undir rúmuna. Þú veist, mitt... Og maður líka teppi hjá sófaborðinu. Teppi undir rúminu? Já, undir rúminu. Er teppi undir rúminu? En motta hafa eitthvað. Já. Já, og hafa það þarna. Og þetta er svo heimilislegt. Og ég er bara hrasandi þetta og svo er þetta laust og er ekkert gúmmi undir og hvað? Hvað, þú veist? Þú ert svo dramatískur samt. Það er eiginlega bara klíu dæmi, sko. Nánast, sko. Já. Það ekki? Jú, ég er með mína skoðanir, en ég er samt búin að segja við hana, þú mátt bara gera þetta heimilega þínu heimili, sko. Já. Ég er bara slagur, sko. Ég bý ekki eins og hérna. Nei. Ég bý á Akranesi. Ef þú vilt horfa allan þáttinn, farðu inn á broadcast.is. Fáðu þér áskrift.